Komið sæl og verið velkomin í hádegisviðtal markaðarins. Saga Capital tiltölulega nýtt fjárfestingafélag hér á markaði og hann mættur hingað til mín, hann Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson sem forstjóri félagsins. Vertu velkomin. Takk fyrir. Ef við kannski aðeins byrjum það eru margir sem veltaði fyrir sér hvað Saga Capital og hvað fyrirtæki gerir og margir hafa verið að rugla þessu við Askar Capital, fullt af fyrirtæki sem eru ný á markaði. Segðu okkur aðeins frá þessu fyrirtæki. Saga Capital fjárfestingarbanki sem sérhæfir sig í fyrirtækjaráðgjöf, miðlun verðbréfa, útlánum þeim tengdum og svo í eigin viðskiptum eða stöðutöku á mörkuðum. Það eru svona okkar meginstóðir og við erum helst að fókusera í fyrirtækjaráðgjöf og miðlun. Já, það eru margir sem eru búin að velta því fyrir sér. Þið komið, tiltölulega nýkomnir inn á markaðinn, þið komið inn í niðursveiflu og það voru margir sem velta fyrir sér hvort þeir séu ekki búin að vera að tapa undanförnu. Já, ég ætla að segja að það sé gott þegar að nýtt skip sjósett að ef við fáum strax ólgu sjó þá kemur strax í ljós hvort að innviðirnir séu traustir og skipið sé vel byggt og ég get fullyrt að það reyndin með Saga Capital. Við hefum komið vel út úr þessari niðursveiflu sem betur fyrir báru við gæfu til þess að fara ekki mjög geyst af stað og getum núna hort til þess að storminn sé eitthvað að lægja og heimurinn sé fullur að tækifæri. Já. Í hvaða verkefnum eru þið aðallega og í hverju hafið þið verið að fjárfesta? Við höfum verið að fjárfesta auðvitað eins og okkur ber á erlendu hlutabréfa og skuldabréfamörkuðum, svo í fasteignaverkefnum að einhverju leyti og svo bara í hefðbundinni bankastarfsemi. Já, en nú hafa hlutabréf bæði erlendis og hérlendis verið að falla mikið. Þetta lítur að hafa haft áhrif á ykkur? Auðvitað hefur þetta haft áhrif á okkur. Það hefur samt haft býsna léttvæg áhrif, ég get sagt svo. Það líka þannig að þegar að markaðir eru mikil hreyfingu þá eykst oft veltumagn og það yfirleitt kemur vel niður eða vel fram í þá miðlunarþóknunum og viðskiptatengdum tekjum. Auðvitað hafa einhverjar eignir sem við höfum átt fallið í verði en við höfum líka, eins og ég sagði áðan, borið gæfu til þess að vera ekki full fjárfest og verið býsna léttvægt inn á mörkuðunum með þungar stöður. Já, þú segir að þið séu líka í fasteignaviðskiptum. Er það kannski það rétta í dag að halda sig bara í steypunni? Ég myndi nú fara varlega til dæmis í að fjárfesta í steypunni hér heima en að þess að vera með stórar alhæfingar þá held ég að það séu þetta rétt að reyna að vera með góða dreifingu á sínu eignasafni, eiga verðtryggð skuldabréf, fasteignir í bland við góðu hlutabréfin. Hvernig það núna? Menn sitt sínis hverjum hvernig hagstjórnin í dag og hver framtíðin er. Þú hefur mjög sterkar skoðanir á þessum málum. Hvernig vilt þú sjá og hvað viltu sjá að gert verði? Eins og til dæmis með stýrivextina og Seðlabankann. Það var mjög skiljanleg afstaða Seðlabankans við síðustu ákvörðun að hækka vexti í ljósi þeirrar stöðu sem að bankinn var í þá. Hins vegar benti bankinn á við það sama tækifæri að ef að ytri aðstæður myndi breytast verulega til hins verra þyrfti hann að endurskoða afstöðu sína og síðan að Seðlabankinn hækkaði vexti þann 1. nóvember síðastliðinn. Þá var hlutabréf á Íslandi fallið 20%. Auðsáhrifin af því eru tilbaka 700 milljarða. Það eru 700 milljarðar sem að lands líður og hlutafjáreigendur á þessu landi töldu sig eiga og tóku ákvörðun fjárfestingar á næsta ári eða inn í framtíðina út frá þeirri eign. Þetta komið tilbaka og farið út í veður og vind. Já. Það hlýtur að hafa áhrif á það hvernig menn muni fjárfesta á næstunni sem að hlýtur að innibera töluverða kólnun í hagkerfinu inn í sér. Síðan má líka við þetta bæta að yfirtaka á eldri lánum illmöguleg lengur og ný skuldsetning vegna hertari krafna viðskiptabankana við fjárfestingu í íbúðarhúsnæði og í atvinnuhúsnæði. Þýðir það auðvitað að það komin klossbremsa á fasteignamarkaðinn. Af þessum ástæðum tel ég að Seðlabankinn ætti eins og öllum góðum seðlabankum sæmir að vera hugsa dálítið fram fyrir sig og ekki bara innblína á þær þröngu forsendur sem hann gefur sér varðandi sínar vaxtaákvarðanir. Já. Hver ástæðan fyrir því að menn sjá þetta ekki sömu augum á þú? Menn hafa mjög mismunandi skoðunar á því hvernig ég að fara að. Ég held að menn sjáu þetta nú bara dálítið mikið svona. Það vitað mál að fasteignamarkaðurinn að kólna. Það staðreynd að 700 milljarðar hafa horfið af virði úrvalsvísitölunar. Þetta þýðir kólnun. Það að halda Seðlabankinn hækki vexti við þetta árferði tel ég bara frekar hæpna forsendu ef að Seðlabankinn ætlar að passa það að keyra hér ekki allt í koll. Já.
Hvernig myndirðu sjá, ef þeir fara síðan þína leið, hvað sjá menn þá í framhaldinu? Ég er nú ekki mælast við vaxtalækkun og ég held að það sé ekki tímabært, alls ekki. Ég held hins vegar að frekari vaxtahækkun væri óvarleg við þessar kringumstæður. Og já, þess vegna tel ég að Seðlabankinn ætti að fóta sig allavega mjög varlega út af þessari sillu, hreinlega til þess að hann steypist ekki fram yfir hamarinn. Já, ef við vindum okkur aðeins aftur að fyrirtæki þínu Asker Capital, Saga Capital, þú sér sjálfur ruglast í á þessu. Hvernig nú hafa einmitt eins og ég sagði, nú hafa félög sem þessu verið svolítið að poppa upp að undanförnu. Hvernig eru þið frábrugðnir öðrum og er endalaust pláss fyrir ný fyrirtæki sem þessi? Það er alltaf pláss fyrir gott fólk og ég tel að það sé aðalmálið hjá okkur. Við státum af nokkurs konar flóttamannabúðum af fólki sem hefur starfað lengi á markaðnum og verið hjá stóru viðskiptabönkunum og víðar út í efnahagslífinu. Það er okkar aðalsmerki að við státum af löngum starfsaldri á þessum markaði. Við þykjumst ekki alltaf sigra heiminn, við vitum nákvæmlega hver okkar silla er, höldum okkur á henni og ætlum okkur að vera best á henni. Við ætlum okkur ekki að fara mjög víða eða einhverja stórsigra sem við kannski stöndum ekki undir. Við vitum hvað við kunnum best og höldum okkur við það. Já, þú kemur úr Kaupþingi, tókstu mikið af fólki með þér þaðan? Það er kannski ekki rétt að orða það þannig, við vorum 5 sem fórum á Kaupþingi. Já. Og svo var einhverjur úr Glitni og einhverjur frá Straumi Burðarási og svona týndist þetta til. Já. Hver er hlutur þinn í þessu félagi? Hann er 12%. Segðu mér aðeins með, þið eru staðsettir á Akureyri og það var, maður heyrir svona fólk svolítið gera grína því að þetta sé náttúrulega svona sveitafyrirtæki eitthvað staðar út á landi, er að sjálfsögðu gríni sagt, er gott að vera út á landi eða aftar er þetta slæmt eða er þetta gott? Ef að lopastimplinn á að koma á okkur, þá er það góður stimpill því að allavega megnið af starfsfólkinu fluttist nú til Akureyrar til þess að starfa við þetta og við teljum að þarna sé gott að búa og þarna sé bara gott að starfa. Þetta gefur okkur töluvert meiri klukkutíma í sólarhringnum heldur en hérna. Þetta eru einhverjir annmarkar á þessu. Hver eru þær? Já, eins og það, ég flög hingað núna ég lendi fyrir 40 mínútum og ég er að fara aftur í loftið eftir hálftíma. Þetta er kannski slítur aðeins í sundudaginn en þetta er samt ekkert sem að ég held að sé okkur til vansa eða hamli starfsemi okkur á nokkurn hátt. Meiri hlutin á okkar tekjum eða umsvifum á markaði er erlendis og þá skiptir einu hvort maður er hér eða þar. Já, og ennþá betra aftur þú flýgur náttúrulega sjálfur á þinn eigin vél. Já, maður verður að bauka við eitthvað. Já. Er þetta félag sem þú ætlar að setja á hlutabréfamarkað? Við stefnum að því þegar hluthafar sjá hag sinn í því og bankinn er núna með um 10 milljarða í eigið fé. Og við sjáum, erum með mjög skýra stefnu þá hvernig við ætlum að vaxa. Það er bara á góðri áætlun og hefur bara gengið vel í þessu róti. Svo ég sagði áðan, innviðirnir eru traustir og það hefur sýnt sig í þessu ölduróti og ég er með ánægð með mitt fólk að það hefur sýnt gríðarlega færni undir þessum erfiðu kringumstæðum. Og það er auðvitað með þetta eins og annað. Ég veit ekki enn rigningu sem aldrei styttir upp og því held ég að þegar að loksins styttir upp þá verðum við mjög verið stakk búið til að nýta þá uppsveiflu sem að þá fylgir. Já. Hvaða ár sérðu fyrir þér að þið færið á markað? Er engin tala að koma á það? Mér finnst nú 2010 vera þægilega langt í burtu til að geta slengt þeirri tölu fram. Já. Og á hvaða mörkuðum hvar sérðu fyrirtækið er eftir svona 5 ár? Eftir 5 ár viljum bara gerast okkur ofur að segja að við séum allavega 5 sinnum stærri. En við erum nú þegar með aðild að öllum norrænum kauphöllunum og erum með góðan aðgang að London og New York og Þýskalandi, Fraklandi, öllum evrópskum mörkuðunum. Þannig að við störfum hvar sem er raunverulega. Megnið af okkar fasteigna verkefnum er í útlöndum líka. Þannig að ekki það að há okkur hvar við erum staðsett. Nei, mann fann svona fyrir 5 árum síðan að allir Íslendingar veru á leið til Austur-Evrópu. Þangað var förinni heitið, núna tala allir um Kína. Hvernig sér þú þetta? Ég held að Austur-Evrópa eigi enn eftir að vaxa töluvert mikið og það sé gott hjá þeim sem þar eru búin að koma sér fyrir og nefnir þar til dæmis Norvik banka og Margeir Pétursson og fleiri sem eru búin að koma sér ágætlega fyrir þarna og það er töluvert svigrúm til að vaxa fyrir þessi aðila.
Ég held fyrir okkur, auðvitað munum við dýfa tánið þarna inn, en við erum ekkert að missa af neinum lestum. Lestir koma og fara og við munum bara passa það að hverju sinni þá sníðum okkur stakk eftir vexti. Já. Önum ekki út í óvissuna. Nei. Gott, Þorvaldur Lúðvík, við látum þetta gott heiti í bili. Þakka þér kærlega fyrir komuna. Sjáum þetta gott að hádegisviðtalinu í dag. Það verður að sjálfsögðu hér aftur á mánudag. Verið sæl. Íslensk skemmtiefni ræður ríkjum á Stöð 2 í kvöld. Guðni Ágústsson og Páll Óskar hjá Loga í beinni í kvöld klukkan 20. Strax á eftir tekin 2, frábær þáttur klukkan 20:35. Brota því versta, mistök og misheppnaðir hrekkir. Klukkan 21:05 kemur svo sprengklægilegum þætti með stelpunum okkar.